Góðan daginn, Íslendingar. Good morning, Iceland. Good morning. Árið 2021 að fara að koma og mér hlakka til. Bólusetningin, hún kemur og það verður að fara að byrja á því núna bara jólin. Yes. Og ekki bara, ég ætla að tala árið 2021 og hvað við erum búin að læra af 2020 sem við erum búin að læra bara þvílíkt af. Bólusetningin, það er númer 1, 2 og 3. Við þurfum að vera svolítið svona umbyrðalind gagnvart hvort öðru og bíða og eins og ég passa mig rosalega mikið. Þú veist, ég er ekkert að þvælast mikið svona út, svona að óþörfu. Ég fer náttúrulega út ef ég þarf að fara út, en ekkert svona sem skiptir mig neinu máli. Ég er bara búin að vera eitthvað að þrífa og bara stúsast bara hérna heima og er alltaf á leiðinni að fara að mála eitt herbyggi, en það er náttúrulega frestast allt eins og alltaf hjá mér. En já, og svo næsta ár, núna 2021, þá nefnilega held ég sko að fólk eigi eftir að sýna fólki svona miklu meira svona umburðarlyndi og svona taka upp höndina hjá manninum eða litla manninum bara og aðstoða hann og allt svoleiðis. Af því að 2020, þetta ár, við erum búin að læra svo mikið og við erum orðin svolítið svona samrýnd og við erum farin að vera svolítið svona alveg bara, já, ég held að við Íslendingar sem búin að standa okkur brákjallega í þessum faraldri, þannig laga sko. Og eins og ég segi oft að það kostar ekkert að brosa og eitthvað svoleiðis eða rétta upp hönd. Ég held að það verði svolítið þannig hjá okkur Íslendingum að við eigum eftir að vera svolítið miklum umbyrðarlyndari og þessi 2 metra regla, hún verður maður rétt ímynda sér að fólk verður svolítið varkárari í framtíðinni örugglega, myndi ég halda sko, út af því að þessi vágestur var nú ekkert sérlega skemmtilegu sko. Og já, á þessu ári er búið að vera rosalega mikið af neteinelti og sem er bara hreint og beint viðbjóður. Ég bara, þú veist, það þarf alltaf 2 til og þetta neteinelti, þetta að vera að hóta með svona myndum og allt þetta svona á ekki heima á Íslandi sko, og bara það á að farga þessu liði sko. Og þegar maður er að sjá svona hópslagsmál og fólk er að taka þetta upp, ég bara missi bara andlitið sko. Hvað er að gerast eiginlega? Hvað er að þarna bakvið, þú veist, eyrun sko? Er eitthvað á milli eyrnanna eða? Maður bara, þú veist, já, ég er alveg bara, já, við þurfum að standa, við þurfum að vera svolítið svona bara nægjusöm og hugsa okkur
og bara gera árið okkar rosalega gott út af því að ég finn alveg bara strax þegar bóluefnið komið þá verður geðveikt ár. Ég er bara blossandi bara hamingjusamur. Og svona þú veist fólk sem fátækt og allt þetta það lendir rosalega mikið í einelti út af því að krakkarnir ekki í eins flottum fötum og allt svona sko. Þá ég að tala skólakrakkana. Þá ég að tala sko líka uppruni fólks og vinnueinelti og skólaeinelti. Við þurfum að reyna að vinna svolítið í því að vera með augun svolítið vakandi og út af því að einelti svolítið svona sálarmorð og við þurfum að takast í hendur og bara takast á við það öll sko. Og mér líst svolítið alveg ágætlega á það sko að sekta foreldra sko. En þú veist, þetta náttúrulega sko, ef ég ætti barn sem yrði lagt í einelti, ég myndi, oh my god, ég held ég væri nú bara að gera lífið sko. Ég myndi ofvernda barnið mitt svo mikið. Þetta bara svo hræðilegt og sorglegt að þetta skuli vera til út af því að við erum öll eins og við eigum að vera bara, þú veist, og ég skrýtin og ég elska að vera skrýtin og ég elska bara líka að geta skemmt ykkur og ég bara elska lífið, bara, þú veist, og mér svo sorglegt þegar maður sér eitthvað svona einelti og svona að því að þetta á ekkert að vera svona út af því að þetta bara, við erum bara 350.000 manns á Íslandi sko. Þannig að við eigum að standa með hvort öðru og því miður megu ekki faðmast eða tækja hönd eða ég veit ekkert hvernig árið 2021 verður. Það verður nú eitthvað svakalegt og já, það verður eitthvað svona skrítið. Ég alveg pottþétt að, já, árið 2021, það verður geggjað ár og ást og friður, elskum hvort annað og bara njótum lífsins eins vel og við getum. Ég elska ykkur öll og vonandi hafið það öll sem best jólin og bara jólin eru komin hjá mér.